varðandi þennan punkt sem þú komst með hvort það getur hugsanlega verið gagnvirkir, eða hvað segja, vinni ekki saman þau markmið fjármálaeftirlitsins annars vegar að stuðla að fjármálastöðugleika í landinu og hins vegar að stuðla að löghlýðni að öðru leyti og þar á meðal neytendavernd og góðum viðskiptaháttum, að þá getur það komið, þetta er vissulega rétt, við höfum bæði þessi hlutverk. Hlutverki varðandi fjármálastöðugleika hefur ekki ratað með skýrum hætti inn í lög. Við höfum í þeirri þróun sem hefur átt sér stað í þjóðfélaginu að þá hefur það orðið æ mikilvægara og við höfum tekist það á hendur á þess að hafa kannski skýra lagastoð fyrir því sem að vonandi breytist. Það er náttúrulega búið að vera að vinna frumvarp í þá veru en við höfum lengi haft hlutverk varðandi viðskiptahættina og þetta er alveg rétt að ég tek undir þessa ályktun að það er alveg hugsanlegt að þetta geti verið svona kraftar sem að geti unnið hvora móti öðrum. Kannski ekki á stórum skala en þetta gæti gerst. Klára þá svaraspurningunni, hvort er þá sett í forgang hjá fjármálaeftirlitinu? Það er ekki annað sett í forgang en hitt. Við höfum ekki, síðan ég kom að þessu, þá höfum við ekki staðið frammi fyrir því að þurfa að fórna öðru fyrir hitt. Nei, en hvað bara svo ég fá alveg svaraspurningu, hvort er sett í forgang? Hvort er forgangsatriði hjá fjármálaeftirlitinu samkvæmt lögum samkvæmt og markmiðasetningu samkvæmt, eins og ég sagði þér áðan, þá höfum við skýra lagastoð fyrir viðskiptaháttunum en ekki fyrir fjármálastöðugleikanum. Var þá ekki svarið augljóst? Samkvæmt því er það augljóst. Aftur á móti þá er það ekki alveg svo augljóst vegna þjóðhagslegra hagsmuna fjármálastöðugleika þá er það líka hluti sem við þurfum að hugsa alvarlega en í góðum heimi þá og við höfum sem betur fer ekki verið í þeim málum núna að þetta hafi ekki farið saman. En lögum samkvæmt á eftir fjármálaeftirlitið að framfylgja? Samkvæmt lögum þá höfum við skýrari hlutverk í varðandi viðskiptahættina heldur en varðandi fjármálastöðugleika.